mín helsta hvatning fyrir því að byggja þessu tölvu í fyrsta lagi, ég held að maður spari einhverja peninga á því að svona höndla alla hluta uppbyggingarinnar sjálfur, en líka bara, ég held að sé mikilvægt að vera ekkert feimin við hvernig tölvur virka og hvað það sem að fer inn í tölvu, og þetta var kannski svona tilraun hjá mér til þess að reyna að komast að því hvernig margir af þessum hlutum virka. Þannig við skulum fara svolítið í gegnum hvað við erum að vinna með. Við ætlum að vera með þennan Meshify 3 kassa og í hann þá munu ýmsir hluti fara og ég ætla að reyna að gera þeim skil í réttri röð. Þannig við erum með the motherboard eða móðurborðið, MOBO. Það bara þetta hérna B850 equal Wi-Fi 6E sem passar með AMD örgjörfum og ég valdi eiginlega bara því að það svona það ódýrasta sem ég gat látið allt hitt dótið passa við. Og með þessu móðurborði þá ætla ég að setja í RAM. Ég hérna með 2x32 GB DDR5 G-skil RAM sem ég ætla að setja í móðurborðið. Svo ég með SSD-disk 2 TB og mér skilst hann sé með smá kassi og sé Gen 4 en ekki Gen 5 þó Gen 5 sé til og sé það bil 2-falt hraðara. Og svo ég með örgjörvan og þetta AMD Ryzen 9950X örgjörfin sem svona meira fyrir productivity. Það líka til hérna eitthvað X3D útgáfa sem fyrir svona gaming en ég hafði engan áhuga á því. Svo hérna 3090 skjákortið sem ég keypti á honum Vedas á Facebook Marketplace. Þetta held ég skjákort frá 2020 eða svo og markmiðið að nýta sér það í þessu Linux-bildi sem ég held að vera reyndar erfiðasti parturinn því að NVIDIA og Linux tala ekki vel saman. Fyrir örgjörvan þá þurfum við að kæla örgjörvan og þess vegna erum við með þennan, ég held að heiti Noctua, örugglega ekki finnst en bara austurískt greinilega. Og þetta hérna besta svona loftkælingin sem hægt að fá fyrir örgjörva og ég líka búinn að para það við hérna þessar viftur frá Noctua sem fara í staðinn fyrir þessar viftur eða í toppin, ég ekki alveg búinn að ákveða. Svo erum við með aflgjafann sjálfan. Ég hérna með 1000 watta Seasonic aflgjafa og til að setja þetta allt saman þá hérna ég með skrújárn. Og þetta var eiginlega þetta var það sem ég keypti mér síðast því ég fatt að ég þyrfti örugglega skrúfjárn til að setja allt saman og ég var ekki með skrúfjárn úti í Gautaborg. En svo komst ég reyndar að því að með þessum hérna örgjörva kæli þá fylgir skrúfjárn. Ég reyndar búinn að taka það úr kassanum en það fylgir skrúfjárn. Þannig ég hefði hugsanlega ekki þurft að kaupa þetta skrúfjárn. Gott að vita því. Svo ég með svona í síðari hluta þá ég með USB-kubb til þess að lóta Fedora 43. Reyndar Fedora 44 að koma út eftir 3 daga, þannig ég mun örugglega þurfa að endurinstalla því. Og svo ég með 2 svona snúrur, Ethernet snúrur og þetta til þess að tengja við annars vegar NASinn minn og svo hins vegar bara í router. Og svo eitthvað svona smá fyrir cable management. Og hérna nú ætlum við að opna móðurborðið og þá tek ég hérna og þetta í einhverjum svona poka og maður á að fjarlægja pokan og taka hann til hliðar og svo maður setja móðurborðið ofan á kassan. Þetta þess að minnka svona strauma sem geta myndast. Þannig ég ætla að taka þennan. Og hérna erum við með móðurborðið og svo það sem við munum byrja á að gera að við munum setja örgjörvan hér í. Svo munum við setja SSD-disk hér og RAM-kubbana í, ég held annað og fjórða. Og hérna í öllum þessum undirbúningi þá tvennt sem ég hef haft verulegar áhyggjur af. Það fyrsta að setja þennan litla örgjörva í móðurborðið hér og til þess þá ætla ég að lesa leiðbeiningarnar mjög ítarlega. Hérna ég líka búinn að komast að því að maður að reyna að taka hérna, það smá punktur hérna í vinstra horninu, maður reyna að láta hann passa við lítinn punkt hér líka. Og maður þarf að passa að snerta ekki þessa, þá svona skemmdar væp, þannig að maður verður að halda á hliðunum á honum. Og hérna ég ætla í rauninni bara að
taka þessa stöng, svona. Þá erum við búin að losa það. Svo ætla ég að fjarlægja þetta. Svona. Ok, og þarna mun hann sem sagt fara örgjörvinn og ég hérna með hann svona og við skulum sjá hérna að hérna punkturinn í horninu þessi þarna. Þannig að hann mun fara hérna ofan í. Svona. Svo þetta vist erfiðasti parturinn. Svona. Og þessi poppaði af. Ég held að þetta hafi þá virkað. Búm. Ok, næst sem við ætlum að gera að við ætlum að setja í, sem sagt, þið sjáðu hérna 1, 2, 3, 4, eða sem sagt A1, A2, B1, B2 og við ætlum að para saman A2 og B2. Við ætlum sem sagt að setja í þennan og þennan. Stundum eru þeir litakóðaðir, en hérna eru þeir ekki litakóðaðir. En ég ætla sem sagt að taka rammið mitt og ég ætla að setja það í. Ok, og ég ætla að taka núna þennan ramkubb og ég ætla að setja hann hérna í annað slottið og það er svona smá mislægir, þannig að maður þarf að passa að snúa rétt. Ég held að þetta sé rétt. Þetta og svona 2 klemm. Svo tökum við hinn og opnum hérna og ég held að þetta sé aftur rétt. Nei, þetta er vitlaust. Svona. Og svo náður hérna. Svona. Þá ætti þetta að vera komið í. Búm. Ok, og svo ætla ég að setja SSD inn í og þá er svona þægilegur mekanismi hérna. Þetta var þetta það sem ég keypti skrúfjárnið fyrir. En hann losnar hérna og ég ætla að taka þennan hérna, þetta er svona heat sink. Sem ég ætla að taka af þessa filmu þegar ég er búin að setja SSD-in í og SSD-in hann fer í hér. Það er spurning hvort hann snúi upp eða niður. En hann fer í hérna. Ok, nú er komið að því sem ég óttaðist mest. Það er að setja þetta býst á hér. Þannig við skulum hefjast handa. Svona. Og eins og ég sagði þá er ég búin að taka út skrúfjárnið á hann. En við þurfum, það fylgir sér með svona kælupeist og við munum þurfa að setja það hérna á. Það er í þessum og það eru svona millistykki hérna sem ég þarf að festa á fyrir AMD. Þetta er svona næsta sem ég ætla að kynna mér hérna. Svo er þetta flikkið sjálft, snýr þetta öfugt. Það mun vera þessi partur eftir ég tek plastið af sem er fara hérna ofan á. Og svo bara er hérna 2 stykki, þetta er Intel og þetta er AM5, þannig ég ætla að nota þetta og þetta hér. Ok, og hérna ég þarf að byrja á því að fjarlægja þessar skrúur hér. Þannig að hérna kemur skrúfjárnið mitt inn og ég tjekkaði að ég hefði ekki getað nota Noctua skrúfjárnið, þannig að ég þurfti virkilega þetta skrúfjárn. Og ég er hérna búin að fjarlægja þessa hérna 2 gæja frá botninum hérna og toppnum hérna. Og svo ætla ég að setja þessa í staðinn með þessum hér. Ok, og hérna fyrsta sem ég þurfti að gera var að ég þurfti að fatta, það er hérna 7 mm offset. Og fyrir örgjörva minn þá þurfti ég að velja slottið sem er 7 mm offset. Og ég mun þurfa að gera það líka hér. Ég mun velja hérna -7 mm gæjan sem gat. Ok, og núna er ég búin að setja bæði í 7 mm götin og það var svona aðeins erfiðara því að þessi, maður þarf að halda honum á meðan maður skrúfar. Þannig að núna ok, við erum núna komin í erfiðasta partinn. Við þurfum að setja þennan gæja. Ég er búin að fjarlægja vifturnar hérna og við þurfum að setja þennan, þurfum að taka plastið af svona og nú þurfum við að taka. Ok, þið verið að afsaka að ég mun ekki þora að taka þetta upp af því ég ætla að vera með nákvæm vinnubrögð hérna. En ég er búin að komast að því að ég mun sprauta þessu hérna í hérna ofan á. Búm, 1 lítur baun í miðjuna
Svo mun ég taka þetta flykki og ég mun snúa því, það er merking hérna, Noctoa merkið. Ég mun snúa því þannig að Noctoa merkið liggi yfir ramminu og svo mun ég festa vifturnar þar á eftir ég er búinn að skrúfa hægt. Það eru 2 skrúfur báðum megin og það er svona skrúfa hérna sem skrúfast niður í. Þarna er toppurinn á skrúfinni og hérna ég skrúfa þetta með Noctoa skrúfjárninu. Það er svona sérstakt, það er ekki Philips 2. Ok, þetta er núna komið í og þetta var örugglega eitthvað mest stressandi sem ég hef gert á ævinni en þetta var bara miklu léttara en ég hélt samt. Ég held að mér hafi tekist að festa annars vegar þennan eftir að hafa skrúfað þessar skrúfur hérna á hægt og rólega og svo er ég búinn að festa vifturnar núna á og ég held ég sé búinn að snúa þeim rétt líka. Og hérna ég er svolítið hár hérna rammkubburinn minn, þannig ég er búinn að setja í þannig stöðu að hann svona næstu því snertir rammkubbinn. En það er betra að hafa þá því neðar því betra. Ok, þannig við erum búin að setja núna þessar snúrur sem að eiga að fara í móðurborðið hingað til og við ætlum núna að snúa okkur að því að setja þetta í turnin. Þannig að ég þarf núna að skrúa eins turnin í sundur og svo þarf ég að festa móðurborðið hérna á þessar 9 skrúfur sem eru hér. Ok, það er ýmislegt búið að gerast hérna í mildtíðinni. Ég er búinn að reisa hana svona við. Ég er búinn að setja inn PSU Seasonic hérna og áður en ég gerði það þá tengdi ég allar þessar snúrur hérna. Og ég á eftir að tengja þetta allt. En hérna eru allar þessar snúrur sem eru tengdar núna í PSU-in og ég þarf síðan að tengja þetta til dæmis við skjákortið. Ég er búinn að tengja hérna við CPU og svo framvegis. Ég er búinn að setja þetta allt saman og ég ætti að geta ræst hana núna. Ég færi þetta aðeins til þess að tengja snúruna. Ég er búinn að setja allt USB-in með Fedora í og svo lyklaborð og mús og svo erum við bara að fara að prófa að íta á play. Og ég veit ekki hvort ég er að reyna að kveikja á henni en það virðist ekkert vera að gerast þannig ég geti að klúðra þessu. Þarna gerðist eitthvað. Það er allavega rautt ljós. Það er ekki slæmt. Það er allavega RAM-ljós. Ok, hérna ég er núna komin inn í BIOS-inn og þetta var töluvert meira vesen en ég hafði mér hafði órað fyrir og reyndar er ég bara komin á næsta dag með hvernig ég byrjaði að reyna að byggja þessa tölvu. En þetta er alltaf að keyra núna og ástæðan fyrir því að ég hafi verið að fá það er ennþá að blikka eitthvað rautt ljós. Þetta er reyndar annað, þetta er boot, ég held að sé reyndar bara þegar við erum í BIOS-num, grunar mig, en þetta er allt búið að ganga upp og ég er búinn að installa Fedora á þetta og allt svona. En það sem ég held að hafi verið vandamálið mitt var að ég var með móðurborð sem var of gamalt fyrir örgjörva minn, þannig að hann vildi ekki kannast við örgjörvan og þá þurfti ég að fara og installa öðrum USB-kubb, fara í BIOS hérna og íta á Q-Flash til þess að neðan til þess að fá BIOS uppfærsluna sem ég installa á þannan USB-kubb og þá gat ég komist inn í BIOS-inn og installað Fedora á hinum USB-kubbnum. En svo var annað vandamál, það var að ég var alltaf fyrst þegar ég gerði þetta, þá mistókst það vegna þess að það kom ekki upp á skjánum BIOS-inn. En það var vegna þess að ég var búinn að tengja í NVIDIA skjákortið en ekki í, það var mjög gott að ég var með örgjörva sem er með mjög góðan, gott iGPU. Af því að hann gat ræst hann í HDMI-inu skjáin, þannig núna erum við bara að keyra þetta á örgjörvarum en ekki á skjákortinu sjálfu.